Það kom ein spurning, hver munurinn á hérna tvípunkt og tveimur tvípunktum? Ef við hoppum hérna aðeins upp. Tveir tvípunktar eru þegar við erum að nota gervi element. Einn tvípunktur er þegar við erum að nota gervi klasa, pseudo classes og pseudo elements. Gervi klasar eru þessir eins og nth child, first child, link, hover og hit sem að segja eins og before, after, first line, first letter eru gervi klasar. Þannig að þarna er í raun tvípunktur og tveir tvípunktar en vafrinn mun túlka báða og alveg eins og ég gerði þá er mjög auðvelt að rugla þessu. En þannig að við svona reynum að halda þessu réttu þannig. Það er bara, það gefur það til kynna. Það í sumum tilfellum getur það skipt máli. Ok, þannig að við vorum búin að sjá hvernig yfirlýsingar líta út og við ætlum að fara að skoða hvernig gildin eru, sem sagt þessi hérna partur af yfirlýsingunum. Við erum með mörg svona eigindi eins og font size og color og border og alls konar, en gildin eru yfirleitt úr tæmandi lista. Og þá eru gildi geta verið strengir og þá geta þeir verið annarkvort með gæsalöppum eða með, ef við ætlum að vísa í, gera gæsalöpp inni í streng sem er með gæsalöpp í staðinn fyrir að lokunum, þá escapeum við gæsalöppinni með því að setja backslash fyrir framann. Þannig að svona getum við gert strengin this is a string innan gæsalappa og svo getum við líka nota svona einfaldar gæsalappir sem er þá svona úrfellingarkomma utan strengin og blanda þessu saman. Url getur verið er url sem lítur strengurinn url, svíi opnast, slóðin á urlið okkar, annarkort án þess að vera í streng eða í streng, yfirleitt án þess að vera í streng. Svo erum við með liti, þá var ég að nota aðeins svona lykilorð, þá getum við verið með black, white, green, það eru til tugir, ef ekki hundruðir lykilorða fyrir liti sem er ekki alltaf túlkuð eins. Þess vegna notum við þau yfirleitt ekki, heldur notum við RGB gildi. Það lykilorð sem við notum helst er transparent, sem segir að liturinn sé alveg gegnsær. Hann er sjáist, hann sé ekki, það er engin litur, það fer allt í gegnum hann. Og það er til dæmis ef við erum með einhver box sem eiga bara með texta, engin litur í bakgrunninum og er yfirleitt sjálfgefi gildi fyrir flest element. En RGB-gildin, þau getum við annarkvort skilgreind með svona hexadecimal hex skilgreiningu sem er þá oktoþorp eða svona millimerki og síðan strengurinn í hex sem er þá 0 og upp í F, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 15 stafir, 16 stafir fyrir hexadecimal sem er 16. kerfið. Þannig að 16. kerfið er mikið notað eins og 10. kerfið og svo getum við skilgreinda líka í okkar kerfi sem er 10. kerfið, decimal, og þá getum við notað RGB og þá förum við að samaskapi frá 0 og upp í 255 af því að FF í hexadecimal er 255. Þannig að þið sjáu að hérna er 0, FF 00, 0, 255, 0. Þannig að báðir þessi litir eru grænn og RGB litir virka þannig að við erum með rauða channelið, græna channelið og bláa channelið og við erum að stilla því hversu mikið af litnum við erum að nota. Hér erum við fyrir alveg hreinan grænan, þá notum við engan rauðan, bara grænan og engan bláan. Og svo er bara hversu vel fylgdust við með í myndbend í grunnskóla. Svo getum við skilgreint HSL-gildi sem er svona flóknari leið, þar sem við erum með svona einhverja cylindera og saturation og illumination og eitthvað svona, sem að maður þarf yfirleitt ekki. Ég hef heyrt að þessi miklu betra að nota HSL, ég hef bara aldrei sett minni það. En við munum mest nota RGB eða hex. Við munum nota RGB og annarkvort sem er RGB-fallinu eða hex-strengjum. Síðan erum við tölur, eins og við sáum, ég var með einhverja 10 EM, 2 pixla þarna og við getum verið með heiltölur og rauntölur, ekki með kommum eins og í íslensku, þetta er með punkti, þetta er frá Bandaríkjunum, prósentur með prósentumerki. Síðan getum við verið með lengdir
sem eru þá sértilvik af tölum. Við erum með einhverja tölu og svo erum við með einhverja einingu. Og þar getum við í lengdunum verið með nákvæmar einingar. Þá getum við verið með 1 fyrir inches eða cm fyrir centimeters. Fyrir nákvæmar einingar notum við mest pixel sem px og pixel þá svona í CSS ekki alveg beint það sem þið myndu kannski hugsa en sem einhvern svona einn punktur á skjánum. Hann ekki skilgreindur þannig, hann skilgreindur sem það er mjög flókin skilgreining en við getum svona mestuleyti hugsað það sem bara svona einn pixel á skjánum. Svo þegar við erum að nota inches eða centimeters þá alltaf einhver vörpun á milli pixla á skjánum yfir í inches eða centimeters. En þetta það á ekkert við að vera að nota svona einhverjar einingar sem við notum til að mæla fysiskt í raunheimum á tölvuskjá, þannig að við notum það ekki. Síðan erum við hlutfallslegar einingar sem við notum meira. Förum sérstaklega við þær á eftir, en þegar við erum með lengdir líka þá lykilorðið auto stundum notað og það þá sett á þá hlut sem við viljum að lengdin sé auto til þess að leyfa vafranum að reikna lengdina sjálfum. Hlutfallslegar einingar sem sagt, þær skiptast í tvennt. Þær eru letur hlutfallslegar einingar og skjáprósentu einingar eða font relative lengths og viewport percentage lengths. Letur hlutfallslegar einingar horfa sem sagt á font size eigindið. Þær eru yfirleitt skilgreindar með EM eða REM og EM sem sagt eining sem að í grunninn, ef við höfum ekkert skilgreind neitt annar staðar, 1 EM 16 pixlar. En við getum breytt því með því að setja font size á HTML, eins og við gerðum henni í dæminu áðan. Þannig að við getum breytt því hvað EM horfir á sem grunninn sinn. Síðan getum við skilgreint hluti sem EM, sem þá 1 EM 16 pixlar til dæmis, 2 EM þá 32 pixlar. En síðan þegar við erum að vinna með þetta gegnum element, þá breytast forsendur þannig að ef að element sem við erum að reikna font size fyrir innan annars element sem með font size í EM, þá gildið sem við erum að nota margfaldað með gildinu sem fyrir ofan. Þannig að eftir því sem við förum dýpra í tréð okkar og skilgreinum hluti með EM, þá erum við alltaf að margfalda saman gildunum. Þannig að þetta getur orðið mjög leiðilegt og flókið til lengdar, en þetta á ekki við REM. Og REM var hérna á sínum tíma minna stutt, en í raun meira stutt í dag og REM virkar það þannig að það root EM og horfir alltaf beint í rótina. Þannig ef við tökum dæmi um þetta. Svona. Nei, hérna erum við með eitthvað HTML sem segir div class foo, bar, bas. Þannig að það hérna foo, bar og bas vinnur okkar. Í grunninn þá segir við hérna við getum notað EM í grunninn og þá sagt að þar sem að 16 grunnurinn okkar áður en við breytum honum og við segjum að hann eigi að vera 1,5 þá hann 24 en þægilegra væri bara að setja hérna 24 pixlar grunnurinn okkar. Þannig að það það sem við erum alltaf að horfa á áður en þegar við förum að reikna EM-gildi einhvers annars staðar. Ok, inn í foo þá ætlum við að breyta textanum þannig að hann notar ekki hann breytir stærðinni og hann 12 pixlar í staðinn fyrir 24. Síðan fyrir P þá ætlum við að breyta textanum á því, þannig við sjáum hérna div class foo utan PS, foo inn í P, þar ætlum við að setja font size 2 EM. Þannig að þá, út af því að þetta hérna P, sem að breyta font size-inu sínu, inn í elementi sem búið að breyta font size-inu sínu, þá margfaldar það við þetta element, en ekki við grunnelementið okkar. Þannig að þá segjum við hérna 2 EM, þýðir þá 12 pixlar, ekki 24 pixlar, sinnum 2 sem 24. Þannig að þá þessi hérna 24 pixlar. Ef við fjarlægjum þessa skilgreiningu, þá stækka alla stærðir hlutfallslega á síðun okkar úr því að vera með grunninn 12
upp í að vera með grunninn 24. Þannig að þið sjáum að hoppið er samræmt á milli og það er samræmt að það er að tvöfaldast. Svo getum við haldið áfram hérna og sagt foo-p-em, þannig að þessi hérna strengur, við ætlum að segja að hann er 10 pixlar. Af því að þetta er nákvæm eining, ekki hlutfallslega eining, em, þá verður strengurinn bara 10 pixlar, bara nákvæmlega 10 pixlar. Og svona strong, þar ætlum við að nota em og við ætlum að segja að þetta vera 1,5 em. Og þá út af því að strong hérna er inn í p sem er búið að breyta fontsæðisvísinu, sem er með hlutfallslega einingu, inn í div class foo sem er líka sem er líka búin að breyta fontsæðisvísinu og er ekki með hlutfallslega einingu, heldur er með pixla-based stærð. Þannig að þá margföldum við saman 1,5 sinnum 2, þessi hérna, sinnum 12 og fáum 36, sem er þá stærðin á þessu hérna elementi. Þetta er svona rosalega mikið vesen og ég ætla að láta ykkur fara ykkur þetta vesen í verkefni 3. En það er gott að vita hvernig þetta virkar, að því að stundum er þetta notað og þá er þetta notað til þess að gera vefsíður sem að ekki bara byggja upp á einhverju svona grid, eins og við möttum að fara yfir þegar við erum í hönnunarpartinn, heldur eru líka allir textar að flúta rétt sín á milli, þess að allar línur passa rétt í svona typografíska grind og þetta getur verið mjög skemmtilegt að vinna með þetta, en þetta er líka mjög flókið og svona vesen. En við möttum að skoða þetta nánar, þannig að þið verið undirbúin undir það með því að læra núna í verkefni 3 hvernig em virkar. Svo erum við með skjáprósentueiningar. Þær eru ekki miðaðar við leturstærðina, heldur við skjástærðina og þá er það viewportið sem er þá yfirleitt stærðin af vafraglugganum, þannig að vafragluggi minn hérna, hann er frá þessu hérna, efra hotni hérna, stekka músin hérna og alveg niður í þetta hotn hérna niðri og þá erum við með einingar sem við getum hort út frá þessu. Þannig að við erum með vaff, tvöfalda vaff, sem er ein eining á breiddina, hérna á breiddina á skjástærðinni og 100 þannig einingar eru öll skjástærðin hérna á milli. Sama fyrir hæðina, þannig að við erum með vaff H-einingu sem er allur skjárinn frá toppi til botns og fyllir þannig 100 vaffa og fyllir skjáin á hæðina. Svo erum við með aðra einingu sem er vaff min eða vaff max sem er þá hvort heldur er minna eða stærra. Þetta er svona flóknari eining sem þarf við yfirleitt ekkert að nota en getur verið góð þegar við erum til þess að gera útlit sem eiga bæði að virka á mjög breiðum skjám svona sem eru hérna ég man ekki orðið yfir það eða já, widescreen eða hérna svona háa. Þannig að ég geti gert vefi sem virka vel í widescreen skjám og í símum sem eru, þú veist, ekki widescreen, sem eru svona fatt. Já. Þannig að ef við skoðum dæmið það, ó nei. Þannig að hérna erum við með eitthvað svakalegt í gangi. Nú sjáum við, ef við hoppum hérna í editorinn, við erum með eitthvað div, inn í því er H1 og inn í því er síðan einhver texti. Við sjáum síðan hérna divið, við ætlum að segja divinu hérna, við erum aðeins að stökkva fram fyrir okkur, en width og height, víddin og hæðin á divinu á að vera nákvæmlega jafn stór og viewportið. Þannig að þá sjáum við hérna, leið við skrolla aðeins niður, þá kem ég í hvíta litinn. Ef við skrolla aðeins til hliðar, já, það er bara því að það er margin á síðunni, en þetta div er nákvæmlega jafn stórt og hérna viewportið. Þannig að ef við stækka það hérna, þá er það sama. Það er nákvæmlega jafn stórt. Svo sjáum við hvernig textin skalast, en H1 notar vaff min eininguna, en P notar vaff tvöfaldaf eininguna. Þannig að textin í main-málinu skalast út frá breiddinni, þannig að eftir því sem að skjárinn er breiðari, þá verður letrið breiðara eða stærra,
eftir sem að skjárinn verður minni þá verður letrið minna, en letrið í fyrirsögninni út frá því hvort stærra, víddin eða hæðin. Þannig að þetta verður svona letrið fyrir að stækka og minnka eftir því hvað glugginn stór. Út frá þessu getum við búið til svona texta sem að bregst við því í hvernig skjám hann birtist. Sem er mjög gott með vefi sem virkar bæði á stórum skjám, alveg upp í einhverju svona risaskjái, niður í bara minnstu símaskjái. Ok, þannig að þetta eru einingarnar, svona þær sem helstu sem við munum skoða. En þá ætlum við bara hoppa yfir í næsta. Og það Cascade, sem þá namesakeið í CSS, Cascading Style Sheets, og Box Modelið. En þegar við núna förum að skrifa CSS og við skrifum fullt af einhverjum selektorum, einhverjum reglusettum, einhverjum yfirlýsingum og dotara, þá munum við lenda í að við munum skrifa sama selektorinn fyrir sama hlutin með mismunandi reglusettum. Og þá í raun hvað verður ofan á, hvað verður valið. Og þá kemur sértækni og kasketið inn í málið, inn í myndina. En fyrir hvert selektor sem við skrifum og sem notaður af vefnum og vafrinn birtir reiknað svona sértækni gildi, eða specificity value. Og það forminu ABCD, þar sem A 1 ef að þetta skilgreint í style attributinu, annars 0. B fjöldi ID-selektora, C fjöldi attribute-selektora og gerfiklassa og D fjöldi elementa og gerfielementa. Þannig að þannig sjáum við það greinamunur hérna á gerfiklössum og gerfielementum. Þannig að það getur verið mismunur á því hvort valið eftir því hvort við erum að nota á hverjum tímapunkti. Þessu síðan hérna skeytt saman í eina tölu sem sértækni talan. Þannig að ef við erum með dæmi, þá getum við séð hérna að við erum með selektor sem velur li-type og foo attribute. Þannig að þá það hérna 1 fyrir li, 1 fyrir foo og þessu skeytt saman í töluna 11. Þannig að þessi selektor með specificity 11. ID foo með B1 allt 0 með specificity 100. Punktur foo, punktur bar, 10 punktur active, þetta tveir klassselektorar, 1 pseudo-klassselektor, fær specificity 30. Style, bara við það að vera skilgreint á style, fær það A jafnt og 1. Við getum náttúrulega ekki gert neitt meira þegar við getum ekki skrifað selektor inn í style, en þá það 1000 í sértækni. Þannig að þið sjáu hérna hvað gæti verið að valda okkur vandræðum þegar við erum að skrifa selektora, af því að þessi hérna gildi order of magnitude stærri en hin sem þessi class. Þá reiknar vafrinn fyrir alla þessa selektora specificity-ið og síðan kemur að því að þá þarf að birta útlitið og þá þarf hann að vita nákvæmlega hvaða skilgreiningar eiga við hvað áður en að vafrinn teiknar fyrir okkur útlitið okkar. Og þessar skilgreiningar geta komið frá 3 stöðum, frá user agent sem þá tækið sjálft, sem vafrinn, sem Chrome í mínu tilfelli, og það tæki verður að gefa sjálfgefna stíla fyrir öll element og fyrir öll attribute. Frá notenda, sem þá ég sem einhver sem notar Chrome, og svo geta stílarnir komið frá höfundi, sem þá höfundi vefsins, sem ég sem vefforritin sem býr til vefinn, sem ég sem notandinn að skoða í tækinu Chrome. Ok, þannig að safna saman öllum þessum stílum sem koma frá þessum aðilum, reikna specificity öllu og svo raðað. Það byrjaði á því að raða eftir skilgreiningum frá user agentunum, síðan með skilgreiningum frá notandanum, síðan skilgreiningum höfundar, síðan skilgreiningum höfundar merktar með important, skilgreiningum notanda merktar með important, eftir sértæknigildi og síðan ef að það ekki búið að ná að raða þessu þá í röð, eitthvað tvennt klassar, sem við erum með nákvæmlega sama selektorinn, þá það skilgreiningarröð innan skjalsins. Hvort sá vafrinn fyrst? Sá hann fyrst það sem sagði að þetta vera gult eða það sem ætti að vera grænt. Þá það sem seinna skilgreint, það fær hærra gildi. Þannig að út frá þessu öllum reglunum okkar raðað
og einhverjar reglur vinna, aðrar tapa og þannig verður útlitið okkar til. Þannig flæðir útlitið svona yfir síðuna. Important sem var þarna auka gildi sem við getum sett á yfirlýsingarnar okkar aftast í þar til þess að ýta skilgreiningunum upp listan. Þannig að þið sjáu hérna, í staðan fyrir að vera raðað eftir sértækni skorið hérna, þá fara þær upp og fyrst raðað eftir hérna eftir því sem við sem höfundir skrifum áður en það raðað eftir sértækninni. Þannig að þeim í raun raðað sérstaklega í þessu hérna hólfi en ekki í þessu hérna hólfi og eru svo líklegri þá til þess að vera birtar. Og hunsar þannig sértæknina og ekki góð hugmynd. Þó að þetta geti verið góð hugmynd svona í momentinu, þá það ekki góð hugmynd í praxis almennt. Af því að ef að ég væri með eitthvað, og það væri inn í divi og mér tekst ekki að láta það vera eins og ég vil að sé, sem 100 pixla stór letur, og ég set bara important hérna fyrir aftan, þannig að svona setjum við important. Svo kemur einhver annar og að vinna í skjalinu og hann kannski að vinna í einhverjum öðrum part af skjalinu, veit ekki af þessari skilgreiningu og veit ekki af hverju allir hlutirnir eru risastórir hérna allt letrið. Þá út af því að þessi skilgreining mun trompa allar aðrar skilgreiningar nema við setjum important, af því að þá erum við búin að hífa hana upp og þá þær að berjast innbyrðis á því leveli. Þannig að important eitthvað sem við viljum ekki nota. Þó að það séu tækifæri til þess að gera það, ekki skrifa important nema þið viti hvað að gera. Síðan þegar það er búið að finna finna allar þessar reglur og raða þeim, þá kemur að því að við þurfum að vinna úr öllum gildunum og fá að vita hvað síðan raungildið sem að verður notað þegar að vera að birta útlitið. Þá aftur svona algoritmi fyrir það. Ef að flóðið gefur okkur eitthvað gildi, þá notum við það. Ef ekki, þá notum við erft gildi. Það eru sömu hlutir í CSS sem að erfast. Annars notum við upphafsgildið. Og eins og ég sagði áðan, tækið eins og user agent in Chrome þarf alltaf að gefa eitthvað upphafsgildi. Þannig að allir hlutir birtast á einhvern hátt ef við gefum því eitthvað útlit, sem nákvæmlega útlitið sem við sjáið áður en við notum CSS. Þannig að þá búið að finna eitthvað gildi. Erfðugildin erfast frá foreldri til barns. Til dæmis ef við erum með H1 með eitthvað EM inn í og við segjum að H1 eigi að vera blátt, þá var mjög skrítið ef að textin inn í EM myndi ekki líka verða blár. En hann verður blár af því að color dæmi gildi sem erfist frá foreldri til barns. Þannig að allur textin hérna inn í blár. En já, þannig að það komið eitthvað gildi, hvort sem það frá kasketinu, erft eða upphafsgildi. Svo þarf að reikna út úr því. Af því að það ekki alltaf augljóst hvaða gildið af því við erum ofta að nota hlutfallsleg gildi. Og þá byrjað því að finna reiknagildi, þá byrjað því að finna leysa úr öllum hlutfallslegum gildum eins og langt og hægt Ef við notum 50%, 50% af hverju og svo framvegis, þá fáum við út eitthvað notað gildi sem að það nákvæmt. 50% af 200 pixlum, það eru 100 pixlar, við erum með það. Svo getur verið einhver háð gildi, til dæmis ef við notum auto lykilorðið, þá þarf að leysa úr því af því að það ekki nægar upplýsingar á þessum tímapunkti af því að það þarf að vera búið að reikna allt eins mikið og hægt áður en það hægt að reikna úr öllum háðu gildunum. Og þá fáum við síðan raungildið sem að það sem actually notað til að birta hlutina. Til dæmis ekki alltaf hægt að nota birta eitthvað með aukastaf, til dæmis border 0,1 border ekki birtur sem 0,1 pixel border breidd, heldur það rúnað upp í 1 pixel. Og sjáum dæmi hérna það. Þannig að hérna erum við með values. Nei, það bara hérna, einfalt div með textanum hello inn í. Font size 10, width 10 EM og font size 2 EM og border 0,01 EM. Þannig að við sjáum að þessi gildi eru hérna. Núna ætla ég að sýna ykkur galdratól sem þið eiga eftir að nota afskaplega mikið. Það bæði, ég nota það mest í Chrome, það
DevTools eða Inspector. Þannig við getum farið hérna í View, Developer og Developer Tools. Þá opnast stika hérna fyrir neðan sem veitir okkur innsýn í nákvæmlega það sem við erum að gera. Ég var búinn að opna hana hérna, en núna ætla ég að sýna ykkur næsta skref sem bara hversu awesome þetta tól Þannig að við erum búin að skoða hérna til að sjá hvernig síðan okkar byggð upp. Núna erum við þessi meta-section og við erum meta-div og við sjáum hérna, til hliðar sjáum við styles. Og þá sjáum við hérna, förum í body og hérna sjáum við body, display, block, margin, 8 pixlar. Við sjáum að þetta grátt og hérna stendur user agent style sheet. Þá þetta grunnstílarnir sem vafrinn að setja á body fyrir okkur. Svo erum við með hérna inherited from HTML font size 10 pixlar. Þannig að þá sjáum við font size á body inherited from HTML. Það fær default stílinn margin 8 pixlar og display block og það sjálft ekki með neitt element frá okkur, ef við kallum okkur höfundinn. Ef við segjum förum hérna og segjum body, background, color, yellow, förum hér, refreshum, veljum aftur body, þá sjáum við hérna erum við síðan komið með þetta gildi sem ég var að setja inn, sérstaklega á. En svo galdrarnir hérna, svo get ég bara kveikt og slökkt á hlutum til að sjá hvernig þeir að virka. Ok. Svona þetta. Hérna ég með 10 pixlar. Ég ætla að prófa að stækka. Íti upp bara á lyklaborðinu. Þá stækka ég 1. Heldinni shift. Íti upp. Stækka ég incrementum af 10. Heldinni alt. Til þess að opna DevTools þá förum við í View, Developer og Developer Tools. Hérna líka flýti Alt, Option á Maca. F12 á Windows, svo getum við líka hægri smelt á ákveðin hlut og sagt inspect, þá mun hann opna nákvæmlega á þann hlut. Þannig hérna ætla ég að inspecta hello, þá hægri smelli ég inspect og þá fæ ég þetta hérna. Þannig að hér erum við komin í raun, getum við séð svona bak við tjöldin hvernig vafrinn að teikna síðuna. Þannig að núna er ég hérna búin að velja divið og þá sjáum við hér, ég með with auto og ég með border og hérna þetta ennþá í raun í hlutfallslegum gildum, en ég get farið hérna yfir í næsta tab sem heitir Computed og þá get ég séð nákvæmlega hvað reiknaða gildið sem vafrinn að nota. Þannig að þá sjáum við hérna border right width 0,4 pixlar, border þannig að það ekki Já, svo sjáum við hérna, ef ég minnka og stækka, af því að þarna fara hlutirnir aðeins að flækjast líka út af því að það fer eftir í hversu há upplausn á skjánum, hversu mikið zooma inn, hversu hlutfallslega borderinn birtist stór. Þannig að sjáum að þessi gildi að stækka og minnka eftir því sem ég minnka og stækka gluggan. En ef ég fer hérna í venjulegt, af því ég var zoomað inn, þá var þetta ruglað þetta með aðeins. Þá þetta hérna 1 pixel og þá sjáum við að 0,01 af font size 2em, sjáum við font size 20, 0,01 af hérna 20 eru 0,2 en hérna búið að rúna þau upp í 1. Og hér sjáum við að width búið að reikna það út sem 98 af því að það það sem við getum gert ef við segjum div auto inn í section sem 100 pixla breytt. Þannig að þetta svona núansarnir í því hvernig þetta reiknað ekkert eitthvað sem þið þurfum að nota dagsdaglega. En þið eru svona að vita hvernig þetta virkar ef þið lendið í vandræðum. Og þá vitið þið að þið getið farið, þið getið slökkt á ákveðnum hlutum, þið getið farið og séð nákvæmlega hvað útreiknaða gildið til þess að vita að það sem þið haldið að sé að gerast, sé í raun og veru það sem að gerast. Ok. Þannig að svo eftir að nota mikið inspektorinn eða DevTools til þess að skoða hvað að gerast þegar við erum að vinna með vefi og þegar við erum að debugga það sem við erum að gera. Þar með erum svona komið, þetta svona það sem við höfum þegar við erum að vinna með CSS. Hvernig við veljum einhverja hluti, við gefum þeim einhver gildi og gildin eru yfirleitt lengdir eða einhver lykilorð, einhverju litir. Þannig búum við til útlit.
Svo erum við með reset, af því að eins og við sáum, þá hver vafri stillir sitt eigið user agent style sheet, en við viljum átt hafa hreinan grunn. Hérna í gamla daga, þá voru vafrarnir með mismunandi, og hér eru að einhverju leyti með mismunandi user agent style sheet, þannig að Chrome segir hérna body 8 pixlar, Internet Explorer segir kannski 10 pixlar. Þá ertu komið með mun sem mun valda því að það alltaf þessi 2 pixlar í hliðunum á vefniðinum sem að valda einhverju buggi. Þannig að maður vil kannski bara í grunninn alltaf segja hey, bara margin 0, ekkert margin. Þannig að hlutirnir liggja bara hérna og svo skilgrunum við sjálf hvernig marginin að hafa sér. En þetta síðan tekið, alla leið, þá að búa til einhverju svona reset skilgreiningar fyrir öll element, þannig að þau fara all í einhverju ákveðna núlstöðu. Og fyrsta þannig var hérna Erik Meyer skrifaði sem heitir bara reset CSS og ég mun hafa það og setja í hérna CSS verkefnum þar sem ég mun setja eitthvað svona upp eitthvað svona ódýr reset skjöl sem þið getið nota til þess að fá samræmi. En síðan það sem við erum núna með allt í höndunum sem við þurfum til að skrifa CSS af því núna við bara að skoða mismunandi eigindi og hvernig gildir á þeim breyta við hvernig hlutirnir okkar líti út. Þá eru nokkrar reglur sem ég vil að við höfum í huga þegar við skrifum CSS. Við ætlum ekki að nota ID í selektorum. Við ætlum ekki að skrifa selektora sem líta svona út. Ef þið skrifið eða sjáið svona selektor, þá viljið þið ekki nota hann. Ef þið copy-pastið eitthvað eða sjáu eitthvað dæmi sem er að nota ID-selektora, þá er það dæmi ekki gott dæmi. Þið hættið að skoða það dæmi og skoða eitthvað dæmi sem er betra. Í langflestum tilfellum viljum við nota svona klass-selektora og það er þá nákvæmlega út af því að ID-selektorar eru með hátt specificity þannig að þeir munu taka yfir aðra selektora og eina leiðin til þess að losna við það er að nota annarkvort fleiri ID-selektora eða nota important þannig að þetta er svona slippery slope. Hægt og rólega verður allt út í ID-selektorum og ID eru náttúrulega bara einu sinni á síðu þannig að þá getum við ekki endurnýtt þá og það er bara bad times, þannig að við notum ekki ID-selektora. Við nýtum flowið til að minnka endurtekningar þannig að við sáum hvernig þetta flæðir yfir og hérna hvernig þetta erfist þannig að við skilgreinum leturgerðin okkar ekki aftur og aftur og aftur fyrir hvert element sem á að nota leturgerðin okkar heldur skilgreinum við leturgerðin okkar bara í grunninn á body eða HTML elementinu og leyfum því síðan að flæði við skjalið og svo breytum við bara tvíkum stærðina en að breyta til dæmis leturgerðinni sjálfur sem við erum að nota gerum við bara einu sinni. Við ætlum að skrifa skóð og snirtileg heiti á klössum. Mín regla er að nota ensku, ensk heiti og kebab case sem er þá orð í lágstöfum með bandstriki á milli, ekki underscore, ekki til dæmis í Java notið þið hérna notið þið stórastafi sem ég man ekki hvað heitir eins og en þannig að kebab case þannig að við ætlum að ekki að skrifa svona íslensk heldur ætlum við að skrifa svona ekki með stórastafi til þess að skipta milli heldur alltaf bandstrik þannig að þetta er svona þetta er ekki einhver föst regla en þetta er svona þetta mun gera CSS okkar læsilegra af því að selektorinn, það er auðveldara að lesa um svona en svona. Síðan þegar við erum búin að skrifa CSS, þá höfum við eins og við höfum HTML-validatorinn, þá höfum við CSS validation þjónustu frá W3C sem bæði gefur okkur villur og viðvaranir. Þannig að til þess að fá allar upplýsingar þá þurfum við að kveikja á warnings. Við förum hérna, opnum CSS validatorinn hjá W3C bíðum eftir honum bíðum ekki eftir honum koma eftir ok, þannig að leyfum honum hérna ok, hérna kemur hann lítur nákvæmlega út eða nákvæmlega út og þessu HTML validatorinn við getum gefið honum slóð á HTML og þá mun hann leita CSS skráni undir HTML-inu eða við getum gefið honum CSS skráni okkar beint eða við getum skrifa CSS okkar beint inn hérna og þá getum við gert hérna font size 8 am loga check
no errors, svo getum við farið hérna í more options, warnings, all, og sjáum við allt sem gæti hugsanlega verið að hjá okkur. Þannig að þá getum við gert hérna svona, background color blue, þá sjáum við found errors. Font size, attempt to find a semicolon before the property name, added. Þægileg, góð, skipar okkur bara hérna, bætum við semicolon, semikomu, checkum, no errors, svo fáum við hérna fyrir neðan, warning, you have no color set, or color is set to transparent, but you have set a background color. Þannig hérna segir, passa the cascading of colors keeps the text reasonably legible. Þannig að út af því að við erum búin að skilgreina bakgrunnslit, þá gæti cascade gefa okkur annan lit á textunum sem að gæti þá verið svartur texti á bláum bakgrunni mjög illa læsilegur, þannig að þá getum við frekar vilja yfirskrifa hvaða erfðagildi sem kemur og segja til dæmis white eða hvítur hérna til þess að fá betri kontrast á milli. Þannig núna erum við með þetta í lagi. Box-módelið, þá erum við núna komin yfir það að skoða hluti sem eru í CSS 2.1 sem að byggja upp á það hvernig við layoutum síðan okkar. Box-módelið er svona grunnurinn að því, en það bara lýsir því hvernig réttind box fyrir element eru mynduð. Langflest af því sem við vinnum með CSS eru bara réttind box. Það eru bara box sem eru með efni, þau eru með padding, border og margin. Og hvernig þetta haga sér er skilgreint með box-módelinu. Margin er ysta lag boxins og er með einhverja skilgreinda lengd. Þannig að núna veitum við hvernig við getum unnið með lengdir. Við getum notað EM eða pixla eða vaffhá eða eitthvað, allir þess að skilgreina lengdina og marginin á boxinu. Við getum skilgreint það með margin top, right, bottom eða left. Það getur verið neikvæð tala. Ef það er neikvæð tala þá drögum við boxin í þá átt. Ef við segjum margin left -10, þá drögum við það 10 pixla til vinstri. Getum dregið það út úr einhverjum öðrum bóksum til að gera eitthvað svona skrítin og skemmtileg bóks. Og ef við gefum vinstra og hægra margin gildið auto er elementið miðjað. Þannig að margin 0 auto er eitthvað sem við sjáum oft sem að segir þetta element á að vera miðjað innan foreldrisins. Síðan getum við verið með margin shorthand, þá er margin 1em skilgruninn á allar hliðar, margin 2 tölur, fyrst kemur þá top og bottom, svo kemur right og left. Svo getum við verið með 3 tölur, þá er það top, síðan vinstri og hægri, síðan bottom. Og ef við skilgreinum allar í röð, þá byrjum við efst, eins og klukkan, byrjum á 12, fyrir svo 3, 6, 9. Þannig man ég þetta alltaf, shorthandið. Byrjum efst og svo klukkan. Þegar við erum með box sem eru með margin, og við erum með 2 box hlið við hlið, þá getum við verið með svona collapsing margins. Þannig að þá falla margininu þeirra saman. Þegar maður lendir í þessu fyrst, þá getur maður verið alveg bara hvað er í gangi. En það eru nokkuð flóknar reglur, það eru góðar ástæður fyrir því að þetta gerist. En þetta getur gerst. Þannig að við tökum dæmi, ég ætla bara að renna í gegnum þetta, taka svo smá pásu og svo tökum við dæmi. Svo erum við með border sem er næst ystalega boxins og við sáum það skilgreint áðan. Border 1px solid black. En fyrst skilgrunum við svo breidd sem er einhver lengd með border width. Svo getum við sagt style, til dæmis solid, eða dotted, eða dust. Þetta er svo allt mismunandi leiðir að þetta er búið til border. Og color sem er liturinn með border color. En yfirleitt notum við svo shorthandið border sem er þá breiddin, stíllinn og liturinn. Border 1 pixel, solid, svartur. Padding er næst installa boxins. Það er skilgreint eins og margin. Það getur ekki fengið neikvætt gildi af því að það er með einhverja hluti fyrir utan sig. Þannig að þú getur ekki fyrir að draga paddingið sem er í raun fyrir innan marginu eitthvað út. Það er óskilgreint hegðun. Þannig að það getur bara fengið jákvæða tölur eða jákvæða gildi. Og það er með shorthand eins og margin. Þannig að padding, top, right, bottom, left. Og það fær bakgrunnslitin sem er skilgreindur á hlutnum eða á boxinu. Svo getum við með efnið okkar, getum við skilgreint breidd og hæð og hlutfallslega stærðir þarna inni, þar miðað við foreldrið, þannig að við segjum eitthvað sé with 100%, þá vill að fylla upp í foreldrið sitt, 50% þá vill að taka helminginn af plássi foreldrið síns og svo framvegis.
Og við getum sagt hæð, til þess að skilgreina hæð, að það mjög hættulegt að skilgreina og fastsetja hæðir í CSS, af því leið að við gerum það, þá fyrir við að takmarka hæðina og þá eftir því sem við erum með meira eða minna pláss, yfirleitt minna pláss, þá hefur efnið ekki nógu mikið pláss út af breiddinni og ef við höfum skilgreint hæðina þá hefur það heldur ekki pláss út af hæðinni og þá erum við bara með eitthvað fast box sem efnið kemst ekki út úr og þá fer það að flæða yfir boxið og allt fer að líta skringilega út. Þannig að efnið ætti að stýra því hversu hátt boxið Tökum dæmi það eftir. Auto í width eða í height lætur vafran reikna þetta sjálfkrafa og sjálfgefna gildið. Þá erum við komið með box og raunstærðin á boxinu reiknuð sem samtala allra þeirra hluta sem eru í lárétta ásnum og svo á lóðrétta ásnum. Þannig að raunbreiddin marginið pluss borderinn pluss paddingið pluss widthið. Það í raunstærðin sem boxið tekur og sama fyrir hæðina. En þetta getur valdið vandræðum ef við viljum vera með 1 pixel á border og 100% width á efninu okkar. Það eru allt farin að biðja að taka 100% af breidd foreldrisins pluss 1 pixel sem því að við munum flæða út fyrir boxið. Þess vegna getum við notað box sizing propertyið sem frábært af því að það leyfir okkur að breyta því hvernig boxmódelið reiknað. Úr því að vera content box sem sjálfgefna gildið fyrir box sizing eigindið yfir í að vera border box. Þá margin aðeins tekið með í reikningin. Þannig að þá getum við átt við border og padding innan boxins alveg eins og við viljum án þess að það fara að hafa áhrif á stærðina á boxinu sjálfu. Tökum dæmi þetta, þannig að þetta make meira sens. Síðan viljum við stundum takmarka hversu stór boxin okkar eru. Þá getum við sett min og max height eða min og max width á hlutin okkar. Þannig að þá þeir ákveðið að í mestalagi ákveðið stórir eða minnstalagi ákveðið stórir. Svo þegar ég fara að vinna með CSS, þá þetta rosalega góð regla til þess að muna. Langflest í CSS réttind box. Þannig að allir hlutinir sem þið sjáið eru bara réttind box, bara sem eru gegnsæ með gegnsæðan bakgrunn, búið að stilla einhvern veginn af. Og það getur einfaldað okkur að conceptualiza hvernig við erum að vinna þetta. Ok, þannig að tökum smá pásu núna til svona 10 mínútur í og þá tökum við dæmi og þetta fyrir að make allt meira sens.